Maður sem glímir við fíknivanda og fötlun eftir heilaskaða fær hvergi pláss í viðeigandi úrræði og upplifir sig sem fanga á Landspítalanum. Systir mannsins segir broti á mannréttindum hans og fólks í svipaðri stöðu. Og það er hræðilegt að horfa upp á ástvini sína líða svona hræðilega illa. Sífellt fleiri fjölskyldur á Gaza hafa ekki fengið mat dögum saman og örvænting þeirra fer vaxandi. Utanríkisráðherra Íslands segir Ísraela möll brjóta alþjóðalög og fremja stríðsglæpi. Ekki verði lengur viðunað. Samfylkingin hefur stóraukið fylgi sitt frá kosningum og mælist með 29% af fylgi í nýjum þjóðarpúlsi. Ungir plokkarar fundu óvæntar gersemar þegar þeir voru að plokka rusl á dögunum. 2000 koparmyntir sem reyndar eru úreltar. Blíðan lék við borgarbúa í dag, vorið hefur verið óvenju hlýtt og í þurrara lagi víðast hvar. Gott kvöld. Hann upplifir sig sem fanga á Landspítalanum, segir systir 50 manns sem glímir við fíknivanda og fötlun eftir heilaskaða. Úrræðaleysi fyrir þennan hóp sé brot á mannréttindum þeirra. Hann einhvern veginn passar ekki inn einstæðar því úrræðaleysi er svo mikið. Geir Birnusson hélt upp á 50-afmæli sitt á Landspítalanum í vetur, þar sem hann býr. Hann er með fíknivanda og heilabilun eftir blóðtappa í heila og ítrekuð föll. Síðast datt hann í desember og síðan þá hefur hann verið á Landspítalanum á heila, tauga og bæklunar skurðdeild. Í dag er hann bara það mikið skertur og fatlaður að hann náttúrulega kemst ekkert aftur heim til sín. Vegna fíknarinnar þyrfti Geir að komast í lokað úrræði sem hefur reynst erfitt að finna. Silvía segir að á Landspítalanum fái hann ekki stoðþjónustu, iðju eða sjúkraþjálfun, hann sé með sjálfsvígshugsanir og hafi reynt að skaða sig. Og heilsu hans er að fara hnignandi, andlega og líkamlega. Það er ekki verið að byggja hann eitt upp. Hann er lokaður inni eins og dýr í búri. Hann alltaf upplifir sig bara sem fangi. Fjölskyldan hefur sótt pláss fyrir Geir á hjúkrunarheimilinu Mörkinni þar sem er lokuð deild og á sambýli á vegum borgarinnar. Þar fengi hann viðeigandi þjónustu og stuðning. Hér við Brekknaás í Reykjavík er nýr íbúðakjarni í byggingu fyrir 6 íbúðir. 2 aðrir eru í undirbúningi sem er áætlað að taka í notkun árið 2027. 170 manns er á biðlista hjá Reykjavíkurborg eftir húsnæði fyrir fatlaða með langvarandi stuðningsþarfir. Það eru jafn margir og í fyrra en árið 2023 voru þeir 130. Biðtími eftir plássi er allt frá 10 mánuðum upp í rúmlega 6 ár eftir þjónustustigi. Meðal biðtími þeirra sem hafa fengið úthlutað húsnæði frá árinu 2023 til dagsins í dag er 3,5 ár, samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg. Fjölskylda Geirs hefur fengið að heyra að hann sé efstur á forgangslista. En hvað það verður langur tími og einhver ár, allavega 3 ár, ef enginn deyr eða eitthvað annað gerist og það er náttúrulega allt og langur tími. Silvía kallar eftir úrræði fyrir fólk með heilabilun sem er auk þess með fíkniröskun. Af hverju setur ríkið ekki meiri peninga í þetta? Ég meina, er þetta einhver pólitík, einhver stefna? Viljum við ekki sinna þessum hóp? Viljum við bara að þessi hópur sé afskiptur og lendi þá bara á götunni? En við séum ekki alltaf bara æ. Já, það er engin þjónusta í boði. Hann verður bara inn á spítalanum þangað til eitthvað losnar. Þetta er náttúrulega, þetta er bara brot á mannréttindum og það er hræðilegt að horfa upp á ástvini sína líða svona hræðilega illa. Og þetta er gríðarlega mikið álag á okkur aðstandendur. Og bæði að horfa upp á það hversu illa honum líður. Og þetta úrræðaleysi, hver höndin upp á móti annarri, allir að benda hvorn annan. Ríkið bendir á sveitarfélagið og sveitarfélagið bendir á ríkið og saka hvor og annan að vera ekki að standa sig í stykkinu og allt þar fram til götunum.
En við verðum bara að hætta að benda á hvort annað og ásaka hvort annað. Við verðum bara að fara að vinna saman að lausn fyrir þennan hóp. Það er löngu komin tíma á það. Vegna þess að þessi hópur á eftir að fara stækkandi. Hungursneið er sögð ríkja á Gaza. Börn eru send á dreifingastöðvar til að ná í mat en koma mörg tómhent heim. 3 börn voru drepin í einni af árásum Ísraelsmanna þar í nótt. Svona er ástandið við matadreifingastöð í Khan Yunis á Gaza. Hér eru góðgerðarsamtök að dreifa linsubrauðnum. Börn og fullorðnir mæta með tóma potta í vonum að fá eitthvað í svanginn. Fólk reynir að skapa sér pláss til að vera viss að fá eitthvað. Það tekst ekki alltaf. Í þetta sinn þurfa 200 fjölskyldur að fara tómhentar heim. هذه الأسر وفي منهم الكثير سألناهم أكثر من 3 أيام لم يتم الدخول إلى جوفهم ولا بطونهم هم وأطفالهم أي شيء. قطاع غزة اليوم والمجاعة الذي تفتك فيه ليست مجرد تهديد بل هي أمر واقع للأسف نعيشه. Örvæntingin er ekki minni í Beit Lahia í norðurhluta Gaza, þar sem verið að dreifa soðnu pasta og reynt að taka allt sem mögulega hægt að næra sig með. احنا طبعا اشخاص محتاجين يعني نوفر لهم لقمة اكل على الاقل لو لقمة فاضية لو خبز فاضي نوفر لهم فيش مش قادرين الاسعار كلها غالية وفيش رواتب. Matarbirgðir matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna eru á þrotum enda hafa Ísraelsmenn ekki hleypt neyðaraðstoðin á Gaza í 2 mánuði. Og svo ekkert lát á árásunum. Í Jabalía voru 5 manns drepnir þegar nokkurra hæða hús var sprengt. Og í Khan Yunis voru 11 drepin úr sömu fjölskyldu í árásum á flóttamannabúðir, þar af 3 börn. ملوش أي كيان ملوش أي وضع ما فيش أي حق إنساني بالكامل لهالشعب هذا في ناس عزل ما إلنا دعوة لا في سياسة ولا في تنظيمات ولا غيره. Utanríkisráðherra segir að Ísraelar verði að hleypa neyðaraðstoð til Gaza. Þeir mölbrjóti alþjóðalög, fremji stríðsglæpi og framferði þeirra sé yfirgengilegt. Sá fjöldi barna sem hafi verið drepin jafngildi öllum börnum í öllum grunnskólum Reykjavíkur. Ísraelsmenn hafi ekki hleypt hjálpargögnum inn til Gaza í 2 mánuði. Utanríkisráðherra segir að íslensk stjórnvöld beiti sér og hafi beitt sér fyrir því að neyðaraðstoð berist og að betur sé tekið utan neyðina á svæðinu. Það ljóst að Ísraelsmenn þeir eru að mölbrjóta alþjóðalögin, það engin virðing gagnvart þeim sem þýðir það að það mikla þjáningar sem að fólk stendur frammi fyrir á Gazasvæðinu. Við Íslendingar, hvað getum við gert? Við höfum bara síðast í fyrradag, þá beittum við okkar rödd í öryggisráðinu þar sem að okkar ræða var mjög skýr í þessa veru og við munum grípa öll þau tækifæri og nota öll þau tækifæri sem að geta leitt til þess að Ísraelar sjá að sér og hleypi að neyðaraðstoð á þetta erfiða svæði. Þá sé afstaða Íslands hvað varðar landtöku Ísraelsmanna skýr. Þorgerður Katrín segir það þyngra en tárum taki að ísraelsk stjórnvöld komist upp með að brjóta alþjóðalög ítrekað og fremja stríðsglæpi. Sér þyki fyrir löngu komið að þeim tímapunkti að ekki verið unað við framferði Ísraela lengur. Við vitum alveg upphafið, við vitum að það var hryðjuverka árás á sínu tíma í október fyrir tæpum 2 árum. Við vitum það líka að Ísrael hafa rétt til þess að verja sig en það sem að þeir eru búin að vera að gera það yfirgengilegt. Yfir 50.000 manns eru látnir. Ef við tökum öll þau börn sem að hafa verið drepin, þá jafngildir það öllum börnum í öllum grunnskólum Reykjavíkur. Samfylkingin mælist langstærsti flokkurinn í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Fylgi flokksins hefur aukist nær 9% stig frá kosningum. Litlar breytingar eru á fylgi flestra flokka milli mánaða. 29,4% landsmanna segast myndu kjósa Samfylkinguna ef gengið yrði til kosninga í dag. Það er rúmum 2% stigum meira en í síðasta mánuði en 9% stigum meira en í kosningunum í nóvember. Næstur kemur Sjálfstæðisflokkurinn með rúm 22%, því næst Viðreisn með 14% og Miðflokkurinn með tæp 9%. Flokkur Fólksins nýtur stuðnings rúmlega 7% kjósenda. Framsóknarflokkurinn fékk sína verstu kosningu í síðustu alþingiskosningum og fylgið hefur lítið risið. Raunar segjast 6,1% styðja flokkinn sem er rúmu prósenti minna en í kosningunum. Sósíalistaflokkurinn mælist með 4,7% en Vinstri græn og Píratar reka lestina með rúm 3% hvor.
2 af hverjum 3, 66% styðja ríkisstjórnina. Það umtalsvert meira en samanlagður stuðningur ríkisstjórnarflokkana 3. Könnunin var gerð allan aprílmánuð og voru ríflega 10.000 manns í úrtaki. Þátttökuhlutfall var 47%. Verkamannaflokkurinn undir stjórn Anthony Albanese forsætisráðherra vann sigur í þingkosningunum í Ástralíu í dag. Flokkurinn, sem vinstra megin við miðju, hlaut jafnframt hreinan meirihluta á þinginu sem skoðanakannanir höfðu ekki bent til. Fyrir 5 vikum var útlit fyrir að frjálslyndi flokkurinn með Peter Dutton í fararbroddi myndi sigra, en svo fór ekki og Dutton tapaði þingsæti sínu. Viðsnúningurinn rakinn til betra efnahagsástands og baráttu gegn tollum Donald Trumps Bandaríkjaforseta. We do not need to beg or borrow or copy from anywhere else. We do not seek our inspiration overseas. We find it right here in our values and in our people. Tomorrow we dedicate ourselves to your service. Harry Bretaprins segist miður sín yfir dómi þess efnis að konungsfjölskyldunni sé ekki skylt að tryggja öryggi hans og fjölskyldu hans í Bretlandi. Hann sér ekki fyrir sér að koma þangað aftur og segir að faðir hans, Karl konungur, sé hættur að tala við sig. Firstly, I'm devastated. Harry skaut til dómstóla ákvörðun konungsfjölskyldunar sem taldi sig ekki skylt að tryggja honum öryggisgæslu í Bretlandi eftir að hann sagði sig frá konunglegum skyldum árið 2020 og flutti til Bandaríkjanna. Dómstóllinn hafnaði kröfu Harrys í gær. The decision has been a surprise as well as not a surprise. For the time being, it's impossible for me to take my family back to the UK safely. Hann hafi aðeins komið þangað í jarðarfarir og réttarhöld síðustu 5 árin. Harry segir að aldrei verði litið á hann sem venjulegan mann. Með dóminum sé verið að setja fordæmi. And effectively what it does is imprison other members of the family from being able to choose a different life. Harry segist dapur yfir því að konungsfjölskyldan hafi ekki viljað tryggja öryggi hans, konu hans og barna. Tilgangurinn hafi fyrst og fremst verið að halda honum innan konungsdæmisins. I thought with all the disagreements and all of the chaos that's happening, the one thing that I could rely on is my family keeping me safe. And not only did they decide to remove my security in the UK, but they also signalled to every single government around the world not to protect us. Harry segir suma í fjölskyldunni ekki eiga eftir að fyrirgefa honum fyrir bókina sem hann skrifaði fjölskylduna fyrir nokkrum árum og ýmislegt annað. I would love reconciliation with my family. There's no point in continuing to fight anymore. As I said, life is precious. I don't know how much longer my father has. He won't speak to me because of this security stuff. 7 krakkar á aldrinum 5 til 9 ára fundu óvæntan fjársjóð þegar þau plokkuðu rusl á dögunum. 2000 kóparmyntir sem reyndar eru úreltar. Fjársjóður! Við vorum að tína rusl. Já, við tveir. Og svo fundum við allt í einu poka og Lars prófa að klípa í þetta og þá sjáum við allt í einu aura. Ok, og hvað deila margir aurar? Þetta 2000. Eru þið búin að tellja það alla? Það fylgdi miði. 5 aurar, 2000. Heldurðu að finnum kannski meira? Já, vonandi. Farnir! Flott. Farnir! Það var samt helviti mikið af þessu. Og grófið þetta upp, eða? Já. En vitið þið úr hverju peningarnir eru? Sem sagt úr hvaða efni þeir eru? Kopar held ég. Þeir voru búnir til 1981. Það nú svolítið langt síðan. Já, mjög langt síðan. Held 43 ára. Mér sé eldri en pabbi. Óvíst hversu lengi peningarnir hafa legið þarna. Meira en 20 ár eru síðan aurar urðu úreltir. Seðlabankinn hefur ákveðið að innkalla 5, 10 og 50 aura frá og með 1. október 2003. Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabankanum myndin einhvers virði, þó að ekki setja notan út í búð, enda 97% kopar. En hvernig skildu aurarnir hafa endað þarna? Kannski hefur eitthvað skilað á eftir. Eða þjófar sem rændu banka og grófu þetta hérna. Hvað hugsaðir þú? Þetta væri spænskir peningar.
Varstu að vonast til þess að geta bara farið til Spánar og keyptir eitthvað flott? Já, við vorum að hugsa það. Hvað hélst þú? Sama hann. Ég vissi að þetta væri bara svona gamlir aurar. Er þetta þannig að þið núna ætlið þið alltaf að vera rosalega duglega að plokka? Já. Jazzinn dunar í Garðabæ þar sem hið árlega jazzþorp opið helgina og fjölbreytt dagskrá í boði frá morgni til kvölds. Haukur Hólm, fréttamaður, brá sér í þorpið á Garðatorgi. Já, þetta jazzþorp en þetta rauninni miklu meira en bara jazzþorp. Þetta bara alls konar þorp. Það ekki Ómar? Jú, svo sannarlega. Ævintýraheimur. Hvað erum við með hérna? Við getum ekki talað upp allt en sem dæmi. En segja eitthvað skemmtilegt. Til dæmis hérna baku með Páll Ívan listmálari að performa. Hann ætlar að gera til dæmis þegar Samúel Jón Samúelsson Big Band spilar hérna í kvöld, þá ætlar hann að gera cover af næstu plötu. Hann málandi allt þorpið, gítarsmiður, hann að smíða jazz, þorpsgítarinn. Þannig að, og það hérna, og músík, góð músík alla helgina, frá morgni til kvöld. Matur og drykkur? Matur og drykkur, ástríð fólk á öllum póstum, allt og góði hirðir með fatamarkað, með bækur, með öll húsgögn sem eru hérna í þorpinu, eru til sölu, til stuðningskrafts og þú getur líka keypt glasið sem að þú heldur á, keypt borðið sem þú situr við. En jazzinn, lifir hann góðu lífi í Garðabæ? Svakalega. Og þetta svona fjölskyldustemming, það er barnahotn hérna víða, það er heitur pottur sem við fengum gefins, hann til styrktar, hann verður á uppbóði, til styrktar krafts líka og jazzbíllinn sem börnin að leika sér í og þannig að það er bara nóg fyrir alla og einhver svona fjölskyldu ævintýraheimur með jazzbragði. Og það er stuð í kvöld og alveg allan daginn á morgun. Amen. Amen, sagði maðurinn. Hefur ekki að fá tóndæmi? Það var ekki bara jazzinn sem dunaði í dag því veðrið hefur leikið við landsmenni í vor. Nýliðinn apríl var óvenju sólríkur og hlýr á landinu og raunar svo 5. hlýjasti frá upphafi mælinga. Tíðin hefur verið góð og í Reykjavík hafa sólskinstundir sjaldan verið jafnmargar. Og dagurinn í dag var engin undantekning. Leið og hitinn fer upp í 2 tölur og sólin skín, já þá kemst fólk í sumarskapið. Ég byrjaði hérna 2009 og þetta er stærsta gjöf sem lífið gefur mér. Og við búum í landi nátt myrkrana piltar, þar sem það er svona 1 og 1 tunglindur. Og þetta er besta geðlið sem hún fær, það er að koma í sjóinn. Ég fer svona einu sinni í viku, hún er að fara í annað sinn. Þetta er svona rétta veðrið til að prófa þetta, er það ekki? Já, mjög fínt. Ég sagði til hennar, já, ég er að koma. Augun stóðu og nefið var allt og glest. Át svo mikið annað eins hefur ekki sést. Enda var það Mexíkaninn negrosi, amigo negrosi. Síðan sagði Mexíkaninn negrosi. Margir nýttu góða veðrið til að sleika sólina, til dæmis hér í Hellisgerði í Hafnarfirði. Tu futuro van conmigo negrosi. Yo te digo porque sé. Og í miðbæ Reykjavíkur kom hópur saman til að fagna alþjóðlega parkúrdeginu sem var í vikunni. En er þetta ekkert hættulegt? Jú, en ekki maður fer varlega. Hvað er svona skemmtilegt við það? Gera flip og eitthvað. Elja Kristín Tindsson bar sigur úr býtum í söngkeppni Samfés í Laugardalshöllinni í Reykjavík í dag. Elja Kristín keppti fyrir hönd félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar í Garðabæ og söng lagið As the World Caves In. Undankeppnir voru haldnar í félagsmiðstöðvum allt land og 29 bestu flytjendurnir kepptu svo til úrslita.
Takk fyrir mig! Glæsilegir taktar þarna. En þá að veðri. Það var sólríkt og fallegt veður mestallt land í dag, en í kvöld mun þykna upp vestanlands með vaxandi sunnanátt. Það mun því lítið sjást til sólar vestanlands á morgun og má reikna með lítilsháttar vætu. En fyrir austan verður yfirleitt bjart veður og sannkallaður sumarhiti. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Þórir Hergeirsson var í dag kynntur sem nýjasti starfsmaður handknattleikssambands Íslands. Þórir verður faglegur ráðgjafi afreksmála hjá sambandinu. Fram vann sinn fyrsta leik í efstu deild kvenna í fótbolta í 37 ár þegar framkonur unnu FHL í bestu deildinni í dag. Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari karlaliðs Vals í handbolta, segir ekki nauðsynlegt að kveðja liðið með Íslandsmeistaratitli þó það væri óneitanlega skemmtilegra. Og við komum víða við í íþróttum kvöldsins hér að loknum fréttum. Og það ætlum að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður sem glímir við fíknivanda og fötlun eftir heilaskaða fær hvergi pláss í viðeigandi úrræði og upplifir sig sem fanga á Landspítalanum. Systir mannsins segir brotið á mannréttindum hans og fólks í svipaðri stöðu. Og það hræðilegt að horfa upp á ástvini sína líða svona hræðilega illa. Sífellt fleiri fjölskyldur á Gaza hafa ekki fengið mat dögum saman og örvænting þeirra fer vaxandi. Utanríkisráðherra Íslands segir Ísraela brjóta alþjóðalög og fremja stríðsglæpi. Ekki verði lengur við unað. Samfylkingin hefur stóraukið fylgi sitt frá kosningum og mælist með 29% fylgi í nýjum þjóðarpúlsi. Blíðan lék við borgarbúa í dag. Vorið hefur verið óvenju hlýtt og í þurrara lagi víðast hvar. Þessi fréttatími er á enda, en það má alltaf finna nýjar fréttir á RÚV.is og í spilararúv og á hlaðvarpsveitum má finna fréttaskýringaþætti eins og Heimskviður, Þetta helst og Spegilinn. Það má líka senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir hjá RÚV.is. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Nákvæmlega. Alla leið, ómissandi upphitun fyrir Eurovision. Farið verður yfir öll lögin sem keppa í Eurovision í ár. Þau vegin og metin og reynt að spá fyrir gengið þeirra. Konungleg kvöldskemmtun, A Royal Night Out.